Suðurland FM og þetta svona eitt af mínum uppáhalds með þessum bræðurum, Fjallabræður og lag sem heitir Hey. En Fjallabræður ásamt Sverrir Bergmann, þeir eru að fara að taka þátt í ansi stóru landsmóti. Landsmót Lúðrasveita í Þorlákshöfn á morgun. Og Halldór Gunnar Pálsson, hann stjórnandi Fjallabræðra, hann á línunni. Blessaður og sæll. Já, komdu og sæll. Hvað segirðu, Halldór Gunnar? Ég segi dásamlegt. Ég segi fínt, alveg bara þrjusu gott. Helgin framöndan og það ekkert annað hægt en að bara brosa og lifa lífinu. Nákvæmlega. Það nummer 1, 2 og 3. Herru, það gríðarlega stórt landsmót á morgun, landsmót, samtaka Lúðrasveita? Já, landsmót Lúðrasveita. Já, og þetta eitthvað sem þú kemur svolítið nálægt? Já, við Fjallabræður, ég held að hefðist í dag landsmótið, Já. Þorlákshöfn byrjar að fyllast af lúðrum í dag. Já, og bræðurum? Nei, bræður koma á morgun. Það koma á morgun, já. En það verður einhverju lúðrabræður hérna allavega. Já. Það alveg pottitt. Nú meira svo, tveir Fjallabræður eru í Lúðrasveit. Nó? Já, einn er í Lúðrasveit Vestmannaeyja og einn er í Lúðrasveit Hafnarfjarðar og spilar held ég með öllum hinum. Þetta er minni heimur en við höldum, þessi Lúðrasveita heimur. Það þekkjast allir í þeim bransa. Já, og verða þeir þá að spila, að blása og syngja í liðinni? Já, ég held að þeir hleypi bara á milli svona þess að það fínist. Það er skott að vera með gott loft í lungunum. Já, nákvæmlega. En þetta er semst við, Fjallabræður, við komum þarna fram og svo náttúrulega 200.000 naglbítar og Jónas Sig, orðitilar. Jónas hefur með tunni með Þorlákshafnarsveitinni og naglbítar með Lúðrasveit verkalýðsins og við með Lúðrasveit Vestmannaeyja. Þannig að þau höfðu samband við þessa okkur öll áspökkust við varum ekki til í að vera með. Þannig að þessi bönd eru búin að koma þess nálægt Lúðrasveitum áður? Já, við þekkjum það allir vel að vera með trompet í eyrunum. Já, nokkulega. Þetta svolítið mögnu stemning að vera með Lúðrasveit á baku sig. Já, það er alveg dásamlegt. Þið svo við aðeins förum við getum sagt út fyrir landsteinina, förum til Vestmannaeyja. Já, suður með sjó. Já, suður með sjó. Suður í höf. Það var gríðarleg stemning þegar þið voru í Vestmannaeyju með Lúðrasveit Vestmannaeyja. Já, við vorum í sumar á góðslokum með tónleika í höllinni og erum búin að fara með Lúðrasveitinni bæðið þangað og fórum vestur páskana og svo heldum við tónleika í Háskólabíói líka og náttúrulega gerðum þjóðhátíðarlag og búin að spila með tvisvar á þjóðhátíð. Já. Þannig að þegar þið voru í sumar að spila með Lúðrasveitina þá ég heyrði í fólki frá Vestmannaeyjum og það voru nokkur tár á kinn. Þetta var svo mögnu stemning hérna. Þetta var alveg klikkað sko. Maður náttúrulega vonar alltaf að allt væri vel og það var góð stemning og öllum líði vel en þetta var eitthvað svona alveg ótrúlegt. Það gerðist eitthvað? Erfitt að lýsa sko. Já, eitthvað sem gerðist sem ekki hægt að lýsa? Já, sem gerist örugglega á morgun líka. Já, ég gerir ráð fyrir því. En verður þú eitthvað að stjórna Lúðrasveitum eða? Sko, þetta er þannig að öllum þessum Lúðrasveitum hrúa saman og svo skipt í hópa og raun að vera búnar til nýjar Lúðrasveitir. Ein sveit fylgir Fjallabræðrum, ein fylgir Jónasi og ein naglbítunum. En þá sem sagt allan í okkar tilfelli, þá fáum við að vera með sama stjórnanda Lúðrasveitar, hann Jarl. Já. Lúðrasveitar höfðingi úr Vestmannaeyjum verður með okkur og þannig að við svona förum í gegnum þetta saman. Við erum að fara að mæta á æfingu í fyrramálið klukkan 10. Og það er svo að poppar að vakna ekki verið hátti. Það verður Þorlákshöfn að vera full af poppurum sem eru löngu vaknar og búin að fá sér hafragraut og kjaftaði. En svo veit ég að sem sagt í lokina þá verður öllum Lúðrasveitum bara hópa saman upp á svið. Já, þetta við sem sagt við tökum nokkur lög með okkar sveit og saman með hérna og svo í lokin þá eru allir með eitt lag sameiginlegt. Þannig að við tökum Fjallabræður eitt lag og með þá öllum sveitunum sem þá væntanlega hátt í 200 manna Lúðrasveit. Og svo koma naglbítarnir á svið og taka eitt lag og Fjallabræður eru þá með í því líka og svo Jónas með eitt lag og Fjallabræður með líka. Þannig að
Ég ætla að skála fyrir hljóðmanninum. Já, það býður hans ágætisverk. Já, ég hitt hann í morgun og ég segi, ætlar að vera með mikrofón okkur með einasta lúðri og hann horfði á mig svona, já, ég ætla að gera það. Þannig að gangiði vel, vinnur. En þetta verður alveg mögnuð stemning, held ég. Já. Er ekki annars fínt að frétta af þér sjálfum? Jú, bara dásendin einn, maður. Hvað þarna, síðast þegar ég heyrði í þér að þá varstu að vinna að Íslandslæginu þarna góða? Er það ennþá í vinslu eða? Já. Og þú ert búinn að taka upp ansi margar raddir? Jú, ég er svona, allir sé ekki nokkurn veginn komið með markmiðið mitt sem var 30.000 manns. Já, hvorki meirinn minna. Svo ég og við Fjallabræður svo dásanlega fyrir að við ákveðum það strax að við ætlum að gera þetta bara alveg sjálfur. Já. Og það kostar peninga og við svona ákveðum það að þetta myndi bara taka þann tíma sem það tæki. Já. Og bara, en nú loksins sér maður ljósið við endan á göngunum. Já, er það ekki? Jú. Það er orðið bjartara? Ég var að tala við Magnús Þór, mikla snilling. Já. Hver að gerði, og hann hringdi til henni og sagði, hvað er þetta? Ég sagði, já, bara fínt, það er svona ágætt bara. Hann fór að hlæja og sagði, hann heyrði það að ég var greinilega eitthvað þreyttur og hann sagði, þú erst eini poppari í Íslandi sem átti að drepa sig að búa til eitt helvítislag. Já, ég held að sé alveg rétt hjá honum. En það nú fyrir svona að koma að loka höfðu þetta. Já, nú er þetta að koma, sko. Og ég laka mikið til. Það er glæsilegt. Þetta löng fæðing en þú ránaður þetta búið? Já. Og þá skálar það fyrir sjálfum þér? Ég er alveg, já, einn. Já. Ég fæ mér einn. Nákvæmlega. Halldór, mæta allir Fjallabræður á morgun í Þorlákshöfni eða? Já, við erum, allir við séum ekki hátt í 50 bræður og svo er náttúrulega hljómsveitin okkar með og við mætum bara galvaskip all flestir bara klukkan 10 fyrir málið á æfingu. Já, nákvæmlega og eftir allan daginn. Hljómsveitin með, hvað erum við þá að tala um? Þeir eru 60 manns eða? Já, eitthvað svoleiðis. Já. Og þú fer létt með það að stjórna þessu? Já, þetta er alltaf góðir menn, það er ekkert mál að stjórna svona góðir mennum. Já, nákvæmlega, menn veit alveg hvað er að gerast og þetta er bara að mæta og vera í stuði, njóta þess að vera í Þorlákshöfn vegna þess að eins og fáir vita þá skal ég segja þegar að fyrsta Fjallabræðraplatan var gerð sem að var nú svona, ég hef ekki segja, við vorum svona bara aðeins að leika okkur, við vissum ekki alveg hvað var að gerast og það fyrst einhvern stað til þess að taka hann upp og við vorum hérna í Reykjavík og þá fengum við lánaða kirkjuna í Þorlákshöfn. Til að taka upp? Og þannig að fyrsta Fjallabræðraplata var tekin upp í kirkjunni í Þorlákshöfn. Já. Þannig að við erum að mörguleiti bara leiðin heim. Já, nákvæmlega, það er allavega góða minningar það. Já, dásamlega minningar. Það er bara þannig. En við hvetjum fólk til þess að mæta í höfnin á morgun, þetta tónleikarnir hefjast í Íþróttahúsinu klukkan 7. Já. Og, það má búast við... Miðakaup.is, það er miðasala. Nákvæmlega. Og það má búast við mikilvæg stemningu. Dásamlega stemningu. Halldór, takk kærlega fyrir spjallið. Þú ætlar að vera á morgun þar sem hjartað slær. Það slær allar í höfnin á morgun. Það slær í höfnin á morgun, það er á hreinu. Takk fyrir þetta og góða skemmtun. Það er þakka kærlega sömuleiðis, góða helgi. Bless. Þar sem hjartað slær, kveikjum eldana. Þar sem hjartað slær. Sjá heima og Herjólfsdal, þar sem hjörtun slá í takt við allt sem í æðum rennur, sem á huganum rennur. Hér í brekkunni þar